Mikið tjón varð á Austfjörðum í veðurhamnum í gær vegna foks og flóða. Unnið var að hreinsun í dag. Fráveitukerfið í innbænum á Akureyri hafði ekki undan ofsanum í veðrinu. Unnusta manns sem var í skólanum þar sem skotárás var gerð í Svíþjóð á þriðjudag gagnrýnir seinagang yfirvalda við að bera kennsl á hinn látnu. Maðurinn og unnustan ætluðu að gifta sig í sumar. Stjórnmálaflokkar sem þáðu opinbera styrki án þess að fullnægja skilyrðum verða ekki krafnir endurgreiðslu. Það mat ríkislögmanns að mistökin skrifist á fjármálaráðuneytið. Samningafundi kennara og sveitarfélaga hjá sáttasemjara var slitið eftir 5 klukkustunda fund í dag. Næsti fundur verður á mánudag. Kennarar fylktu liði í karphúsið í dag. Ástrali varð furðu lostinn þegar hann gekk fram á tugi eitraðra snáka í bakgarðinum sínum. Tegundin hópar sig saman til að eignast ungviði. Gott kvöld. Stjórnmálasamtök sem þáðu opinbera styrki án þess að fullnægja skilyrðum verða ekki krafin endurgreiðslu. Þetta segir fjármálaráðherra. Það mat ríkislögmanns að fjármálaráðuneytið hafi ekki farið að lögum. Ríkið sinnti ekki leiðbeiningaskyldu til stjórnmálasamtaka sem fengu styrki án þess að uppfylla kröfur. Þetta niðurstaða 2 álitsgerða sem fjármála- og efnahagsráðuneytið lét vinna. Önnur frá ríkislögmanni en hinn frá Flóka Ásgeirssyni lögmanni. Mat þeirra að engar forsendur séu fyrir því að krefja flokkana endurgreiðslu. Það vissulega þannig að fjármálaráðuneytið stóð sig ekki í því að framfylgja lögunum og greiddi út án þess að stjórnmálasamtök fullnægðu öllum skilyrðum. Í ársbyrjun 2022 var innleidd sú krafa að stjórnmálaflokkar þyrftu að skrá sig sem slíka og uppfylla ýmis formsatriði til þess að geta þegið greiðslur úr ríkissjóði. 5 flokkar á þingi fengu þó greitt frá ríkinu þrátt fyrir að hafa ekki uppfyllt þessi skilyrði á réttum tíma. Píratar og Sjálfstæðisflokkur skráðu sig snemma árs 2022, Sósíalistaflokkurinn 23 og Vinstri græn í fyrra. Flokkur fólksins hefur eins og ekki enn skráð sig sem slíkur. Til stendur að gera það eftir landsfund flokksins síðar í mánuðinum. Það mat þessara ytri sérfræðinga að vegna þess að það gangi raunverulega gegn markmiðum laganna að ríkið lét undir höfuð leggjast eða fjármálaráðuneytið að sinna leiðbeiningaskyldu sinni gagnvart þessum stjórnmála hreyfingum að þá sé ekki forsendur fyrir endurgreiðslukröfu. Samningafundur í kjaradeilu kennara og sveitarfélaga stóð frá 1 til 5 í dag og var nýr fundur boðaður á mánudag. Samninganefnd kennara fékk stuðning frá hópi kennara sem fylkti liði í karphúsið við upphaf fundar. Trúnaðarmenn og kennarafélagi Reykjavíkur mættu með 1-leytið og komu sér fyrir í stigaganginum Bjarta í Borgartúni 21. Þeir hvöttu samninganefndina til dáða. Og samninganefndin fékk svarta stuttermabóli að gjöf. Á þeim kemur fram hve langt úr Borgartúninu út í Eldey annars vegar og til Siglufjarðar hins vegar. Þar vísað í orð formanns KÍ í Kastljósi í síðustu viku þegar hann sagði kennara vera svo langt frá sambærilegum sérfræðingum í launakjörum að þeir væru í raun staddir út í Eldey en þyrftu að ná alla leið norður á Siglufjörð. Fulltrúar kennara og sveitarfélaga deila á fleiri vígstöðum því í dag var málflutningur í félagsdómi í máli sveitarfélaga gegn kennurum. Sambandið telur verkfallsaðgerðir kennara ólögmætar því samkvæmt lögum þurfi verkfall að ná til allra starfsmanna stéttarfélags. Það gerir það ekki í tilfelli kennara því verkfall standa aðeins í 21 skóla. Búist er við að dómur verði kveðinn upp innan fárra daga. Og eins og greint frá í fréttum í gær segir mennta- og barnamálaráðuneytið í yfirlýsingu að hvorki ráðherra né starfsmaður á hennar vegum hafi gefið vilyrði launahækkun til kennara. Yfirlýsingin var birt í tilefni þess að þingflokksformenn Sjálfstæðis, Framsóknar og Miðflokka sendu fyrirspurn þessa efnis til forsætisráðherra á grundvelli fregna sem þeir höfðu heyrt. Bara ekki nokkur einasti hlutur, það er bara ekkert til í honum. Ég bara skil ekki hvernig svona orðrámi fyrir gang. Mennta- og barnamálaráðherra segist hafa áhyggjur af verkfallinu sem nú hafi áhrif á skólagöngu 5.000 barna en að setning laga á verkfallið hafi ekki komið til tals. Við erum okkur líka meðvituð mikilvægi verkfallsréttarins og það er ekki léttvægt að stíga inn í hann og ég myndi vilja segja nei við því á þessum tímapunkti. Þannig að það er ekki eitthvað sem þið hafi verið rætt? Nei. Undir það tekur forsætisráðherra.
Það hefur ekki komið til tals. Það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk geti landað þessum samningum. Eins og ég segi, ríkið getur haft einhverja aðkomu, hvort sem það er strax núna eða bara á kjörtímabilinu, að ýta undir betri aðstöðu fyrir kennara og nemendur. En við verðum að sjá til hvernig næstu dagar þróast og ég vona bara að þetta endi farsællega. Og nú er liðin vika verkföllum og væntanlega margir sem hafa vonast til að samninganefndirnar næðu saman í vikunni. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður. Hvernig er hljóðið í mönnum? Já, fundirnir hafa verið langir og manni finnst allavega að þeir sem setja það fundina hafa getað nefnt ýmislegt jákvætt þó að þeir séu orðvarir. En hér í fréttina áðan þá nefndu við boli sem að samninganefndir kennarar fengu að gjöf í dag og það er eitt hér sem er í svona ból. Þessi bólur, hann er vísun í það, formaður Kennarasambandsins, Magnús Þór, í orð þín í Kastljósi, þar sem varst að tala um að það var svo langt á milli launakennara, þeir varu raun í Eldey en þið þetta fara alla leið á Siglufjörð til þess að nálgast sambærilega sérfræðinga. Er í raun svona langt á milli á samningafundum? Nei, ég myndi nú bara segja það kannski að þú kynntir þetta ágætlega áðan að það hefur þetta búið að vera langir fundir í þessari viku og menn hafa farið vítt sviðið, það hafa vissulega náðst bara ágætis vörður í samtalið og þetta er auðvitað búið að vera flókið verkefni og ég vil nú meina við höfum kannski átt að vera lögð fyrr af stað í þeirri vegferð sem við erum búin að vera undanfarna daga. En það eru virkilega, það eru stórir hlutir sem við eigum ennþá eftir að komast yfir, þannig að við viljum jú komast til Siglufjarðar en allavega taka stór skref í þá átt og það eru svona ennþá hlutir sem eftir en margt í samtalinu hefur gengið ágætlega, menn hafa ríkisvaldar sem eru nú nefnt, til dæmis virðismatsvegferðina, við höfum töluverðan tíma í það aðeins að skoða hana og hvernig hún getur rammast inn í okkar markmiðum í öfnum launa milli markaða. Þannig að, já, margt hefur áunnist en það er vissulega ennþá ýmislegt á milli aðila. Þú segir að já, það verður kannski farið einhverja, kannski allavega í Hvalfjarðargöngin eða eitthvað í ykkar samningum, en ertu þá, foreldrar, börn, kannski finnst börnum sem gott að sleppa í skólan í nokkra daga, en það þolir þetta engin lengi. Hvað getur þú giskað á? Fundur á mánudaginn, er þetta eitthvað, og þú segir að það sé svona smá stórt eftir, heldur þetta sé eitthvað sem er að fara að ganga upp í næstu viku? Við náttúrulega erum bara komið á hverjum degi með það markmiðið að reyna að ljúka því verki sem er eftir. Það er ekki margir hjallarnir eftir og við teljum okkur vera komið með ágætis línu og hvert við þurfum að komast. Til þess að það verði þá þurfum við þetta bara að vinna í þeim þáttum sem er eftir og það eru ákveðnir launaþættir sem við viljum horfa til áður en að kemur til virðismatsins sem er svona það sem er kannski þyngst í vöfum núna okkar megin frá og kannski þá ekki síst ákveðnar svona uppsagnar ákvæði eða möguleikar að því hvernig við getum hort til ef svona á þessari leið sem er verið að horfa til Siglufjarðar þá þurfum við að eiga leiðir sem að treysta það að við séum að fylgja okkar markmiðum og okkar leiðum hjá Kennarasambandinu. Hann vill ekkert gefa upp eins og kannski fólk gerir þegar er ennþá í miðjum samningaviðræðunum en við sjáum hvað setur á mánudaginn. Takk fyrir þetta Þórdís Arnljótsdóttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að enn sé unnið að því að finna betri stað fyrir innanlandsflug í stað flugvallarins í Vatnsmýri. Þó sé ljóst að flugvöllurinn fari ekki neitt á næstu árum. Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra sagði í gær að ný ríkisstjórn væri einhuga það að standa vörð framtíð Reykjavíkurflugvallar. 12 ár eru síðan ríki og borg gerðu með sér samkomulag að leita skuli að nýju flugvallastæði. Kristrún segir að stjórnvöld séu enn bundin af samkomulaginu. Það þetta og hefur verið vinna í gangi. Það kom upp tillögur til að mynda Hvassahraun og það er ákveðin óvissa hvað það varðar núna út af stöðun á Reykjanesinu. Þannig að það er ekkit ólíklegt að það munu koma upp kostir í framtíðinni. En þetta er ekki veruleikin eins og sagðist standa. Og það hefur mikið verið rætt flugvöllinn og staðsetningu hans í vikunni. Alexander Kristjánsson fréttamaður er við Ráðhúsið. Alexander, það eru skiptar skoðanir flugvöllinn innan meirhlutans. Já, það er lögulegt að segja það og það er svo sem ekkert nýtt að séu skiptar skoðanir milli þessara flokka. Það sem vakti kannski athygli í vikunni var þegar Einar Þorsteinsson borgarstjóri greiddi atkvæði með tillögu sjálfstæðismanna að það þyrfti að auka við atvinnuuppbyggingu á flugvallarsvæðinu. Það má alveg túlka það sem svo að þarna hafi borgarstjóri svona
Já, sjálfstæðismenn sent honum ákveðna stóðsendingu og hann svona tekið við boltanum, vitandi það að aðrir flokkar í meirihlutanum eru náttúrulega fylgjandi því að flugvöllurinn víki á endanum. Og hefur það áhrif á samstarfið? Já, Einar hefur sjálfur sagt það í viðtali við Morgunblaðið að það hrikti í stoðum meirihlutans. Síðan verður náttúrulega að hafa í huga að ný Gallup-könnun sýnir að fylgi Framsóknarflokksins í borginni ekki beysið, þannig að það má alveg velta fyrir sér hvort það sé eitthvað í gangi þar. Og oddvitar meirihlutans, þeir ætla að hittast helgina? Oddvitar meirihlutans ætla að hittast helgina og þeir gera það náttúrulega oft helgar, þannig að það er svona spurning hvað má nákvæmlega lesa í það. En það er enga síður, ég held að sé alveg ljóst að það er eitthvað í gangi og spurning hvað gerist helgina. Það verður mjög forvitnilegt að fylgjast með því. Einmitt það, við fylgjumst með þessu, Alexander, kærar þakkir fyrir þetta. En það reyndi mikið á viðbragðsaðila í illviðrinu síðustu daga. 700 björgunarsveitarmenn sinntu á 400 verkefna allt land á meðan hvellurinn gekk yfir. Yfir 200 tilkynningar tjón hafa borist vátryggingafélögum og það er búist við miklu fleiri tilkynningum á næstu dögum. Og mikið tjón varð víða á Austfjörðum í óveðrinu í gær. Hús eru stórskemmd eða ónýt vegna foks og flóða og vegir í sundur. Starfsmenn Fjarðabyggðar stóðu í ströngu í dag við að hreinsa til eftir óveðrið sem gekk yfir Stöðvarfjörð. Fjöldi trjáa brotnaði í hamaganginum, sum hver stór og með gilda stofna, en veðrið var slíkt að eitthvað varð undan að láta. Þá voru járnplötur sem losnað höfðu af húsum á víð og dreif og margt annað sem fokið hafði. Við náðum náttúrulega í mestu látunum að fergja járnið sem fór af, en náttúrulega fórum ekkert upp á neinn þök að gera neitt, það var náttúrulega bara glórulaust og svo fóru útihús hérna og skúrar, geymslur. Þannig að eins og núna eru við konum með 2 kranabíla sem eru bara í því að hreinsa upp járn og tré. Steinasafn Petru á Stöðvarfirði er landsþekkt ef ekki heimsþekkt og þar var talsvert tjón, en þar brotnuðu yfir 60 ára gömul grenitré. Já, það fóru 3 tré og losnuðu aðeins skjólveggir en merkilega vel sloppum við andskotaslætin. Þau voru bara alveg hrikalega. Það kom svo öllum áttum og ég held bara líka beint ofan því að þetta fer inn í miðjum garðinum. Stefán Lárus hafði ekki áður séð annað eins. Þakplötur og klæðningar fuku af húsum í bænum og þar á meðal þessu og við það opnaðist greið leið fyrir vatn inn í húsið og þar var allt á floti. Í fyrstu rauðu viðvörunni þá fóru í einni kviðinni, fóru plötunar hérna af helmingnum á húsinu og svo bara þannig að allar bárujárnsplötunar eru hérna farnar bara á helmingnum með einhverjum timbrinu líka, þannig að það er bara gat hérna uppi. Og þannig morguninn þegar seinni rauða viðvörunin byrjaði þá bara byrjaði hérna að lekinn, byrjaði mjög rólega en svo bara allt í henni fór bara allt á flot og loftaflýrnar hrundu hérna úr loftinu og bara við vorum bara í því allan daginn að ausa vatni úr bara til að sporna við því að vatnið færi bara inn í restina af húsinu. Og það fylltist líka allt að raka og fúka og skemmtilega því það var ekki hægt að opna einasta glugga bara út af óveðrinu. Bara ótta við það bara að missa náttúrulega bara gluggana, þannig að það var ekkert að opna eitt eða neitt. Þannig að það var bara, þannig að hér er bara allt á floti og allavega í stofun eldhúsinu bara ónýtt. Ingibjörg segir að þau eigi í önnur hús að venda. Yngstu grunnskólabörnin voru áhyggjufull út af veðrinu og skoðuðu sig um. Við ákveðum bara að taka smá pásu frá venjulegum degi og skoða aðstæður hér. Við gerum smá leit að jólatrénu, svona í leiðinni og aðtöga hvort að við fyndum ekki einhverja gleði í þessu. Þá urðu skemmdir á þjóðvegi 1 í Lóni og stórt skarð kom í hann við Karlsstaði í Berufirði. Aðeins vestar varð mikið tjón á Bragðavöllum í Hamarsfirði. Þar fukuð þök af 2 húsum á önnur hús og það snjóaði inn. Tjónið er mikið en eigandinn hefur meiri áhyggjur af öðru. Já, allavega eins og ástand var hérna í gær, þá var Djúpivogur bara innlyksa í 9 klukkustundir. Við vorum sjúkrabílalausir og vegurinn var lokaður, en það hefði verið hægt að leysa þetta með því að opna Axarveg til dæmis. Það er sennilega tekið innan við 2 tíma. Og ofsinn í veðrinu var slíkur að fráveitukerfið í innbænum á Akureyri hafði ekki undan, segir sviðsstjóri hjá Norðurorku.
Mesta rigningin á Akureyri var í 4 til 5 klukkustundir á miðvikudaginn. Veðurathugunarstöð í bænum sýnir þá mest tæplega 6 mm úrkoma á klukkustund. Það kannski engin ofsarigning, en mun meiri úrkoma var hærra uppi og mikið vatn skila sér á endanum niður á sléttlendið. Fráveitukerfið sem á að taka við öllu yfirborðsvatni reiði engan veginn við allt það vatn sem steyptist hér niður í innbæinn. Hluti Hafnarstrætis og Aðalstrætis fór á kaf í vatn og slökkvilið Akureyrar og björgunarsveitin Súlur voru að til klukkan 1 nóttina að dæla vatni. Það flæddi inn í einhver hús en skemmdir urðu ekki miklar. Það rosalega erfitt að taka hanna kerfi sem getur tekið alveg allan heiminn. Þetta var alveg ótrúlega mikil úrkoma sem kemur og hún safnast saman í gil og læki. Við erum með 800 mm lögg sem liggur þarna til dæmis í Lækjargilinu og niður út í sjó. Hún réði ekki við verkefnið sitt. Fráveitukerfið í innbænum var tekið í gegn eftir 1990 að sögn Hjalta og stóðu endurbætur fram yfir aldamót samkvæmt nútímastöðlum. Kerfið sé því gott þó uppruni þess áratuga gamall. Það kannski meiri spurningin, veðrið fara að haga sér öðruvísi. Þetta rosalegir öfgar þegar kemur svona hláka ofan í snjó og kemur alveg 5-7 stiga hiti þarna ofan í þetta. Þannig að bráðnunin verður mjög mikil. Þannig að langt flestu leyti virka þessi kerfi, en eins og þegar kemur svona mikið álag þarna, þá réðst ekki við þetta. 7 konur og 4 karlar létust í skotarásinni í Örebró á þriðjudag. Einn hinna látnu grunaður morðin. Lögregla lauk í dag við að bera kennsl á lík þeirra sem féllu í árásinni sem gerð var í skóla í Örebró í Svíþjóð á þriðjudag. Yngsta fórnarlambið var 28 ára karlmaður og það elsta 68 ára kona. Þau voru öll búsett í Örebró. Sænska ríkissjónvarpið heimsótti Karen Elia í gær. Hún og Salim Iskef, 28 ára unnustu hennar, ætluðu að gifta sig í sumar en hann skilaði sér aldrei heim úr skólanum. Hún gagnrýnir hversu langan tíma það tók lögreglu att bera kennsl á líkin. Jag frågade vad händer? Han bara, jag blev skjuten. De sköt oss och han låg på golvet. Jag såg en bredvid som låg. Han rörde inte sig. Och det var blod på hans hand. Han sa, jag älskar dig så mycket. Du är bästa tjej som jag har träffat. Alltså, vi ville gå till skolan och se, men nej, det går inte. Jag vet inte, de ger inget. Alltså, vi ville gå till sjukhuset och kolla om han är där. Nej, det går inte. Vi ville bara se hans kropp om han inte lever. 35 ára karlmaður sem meðal hinna látnu grunaður að hafa orðið hinum 10 að bana áður en hann svipti sig lífi. 5 liggja lífshættulega slasaðir á sjúkrahúsi en ástand þeirra sagt stöðugt. Einn hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Landsréttur hefur snúið við úrskurði Héraðsdóms Suðurlands í Kiðjabergsmálinu svokallaða en Héraðsdómur hafði tekið undir með verjanda sakborningsins að ákæran væri ónákvæm. Ákærða í málinu gefið að sök að hafa veist með margþættu ofbeldi að öðrum manni í sumarbústað í Grímsnesi í apríl í fyrra, þannig að bani hlaust af. Atlagan hafi beinst að höfði, hálsi og líkama viðkomandi, en eina lýsingin í ákærunni á atlugunni að henn ákærði hefði slegið mannin 2 í andlitið þar sem hann satt á stól, þannig að hann féll í gólfið. Þetta töldu verjandi mannsins og héraðsdómur að væri ónákvæm lýsing. Landsréttur vísar í úrskurði sínum til fordæma Hæstaréttar að þegar gögn sem aflað hefur verið við rannsókn máls styðja að ákærði hafi framið brotið án nánari lýsingar geti verið réttlætanlegt að lýsa sakargiftum almennar en ella. Landsréttur segir að með kröfu nákvæmari lýsingu sé ákærandi settur í þá stöðu að þurfa of að geta í eyðurnar. Verjandi sakborningsins telur að með þessu sé ákæruvaldinu veittur mikill afsláttur af þeim kröfum sem gerðar eru. Það bitni á vörninni og hinn ákærði sé komin í þá stöðu að þurfa að geta of í eyðurnar hvaða háttsemi hann á að hafa viðhaft að mati ákæruvaldsins. Landsréttur leggur fyrir Héraðsdóm að taka málið til efnismeðferðar. Íbúa í Sydney brá heldur í brún þegar hann svipaðist í garðinum eftir óveður í vikunni. Það Sydney í Ástralíu. Hann leit á moltu á lóðinni og varð var við talsverða hreyfingu þar, en við nánari eftirgrennslan komu í ljós tugir snáka af tegund rauðmaga svartsnáka. Hann komst svo að því að snákarnir hópa sig saman til að eignast ungviði sín. Tegundin friðuð í Ástralíu og líkt og margar aðrar snákategundir þar hún eitruð.
Þó ekki vitað til þess að eitrið úr þeim hafi orðið manneskjum að bana. I couldn't believe the amount of snakes that he kept uncovering out of there. Every time we raked a bit of mulch, there was more. There was 2 clutches of babies that had already been hatched. And when they're hatched, apparently the mums take off and leave camp. And then as we kept digging, we pulled out altogether. He left here Friday night with 36 babies and 5 adults. Since then, the others have he's held them in captivity in this area, and 3 out of the 4 have given birth to take the total to 102 snakes. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það lægir og dregur úr úrkomu í kvöld og kólnar, en seint í nótt eða fyrramáli gengur éljabakki yfir vestanvert en fyrir austan léttir til. Það dregur úr éljum síðdegis og morgun og því útlit fyrir ágætis útivistarveður fyrir rest í öllum landshlutum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, hefur valið næsta landsliðshóp. Ég teki ekki persónulega þó að leikmenn sé eitthvað pirrar út í mig og því að vera ekki valdir á landslið og það alveg sjálfsögðu þeirra réttur og það ég hef ekkert út á það að setja. Skíðakonan Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir lenti í miður skemmtilegu atviki á brunæfingu í dag. Loftpúði í bakbrynju hennar sprakk með þeim afleiðingum að hún átti erfitt með andardrátt. Og keppt var í slagtaumatölti í meistaradeildinni í hestaíþróttum í gær. Íþróttir eftir andartak. Þá skrufum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Mikið tjón varð á Austfjörðum í veðurhamnum í gær vegna foks og flóða. Unnið var að hreinsun í dag. Fráveitukerfið í innbænum á Akureyri hafði ekki undan ofsanum í veðrinu. Unnusta manns sem var í skólanum þar sem skotarás var gerð í Svíþjóð á þriðjudag gagnrýnir seinagang yfirvalda við að bera kennsl á hinn látnu. Maðurinn og unnustan ætluðu að gifta sig í sumar. Stjórnmálaflokkar sem þáðu opinbera styrki án þess að fullnægja skilyrðum verða ekki krafnir endurgreiðslu. Það er mat ríkislögmanns að mistökin skrifist á fjármálaráðuneytið. Samningafundi kennara og sveitarfélaga hjá sáttasemjara var slitið eftir 5 klukkustunda fund í dag. Næsti fundur verður á mánudag. Kennarar fylltu liði í Karphúsið í dag. Ástrali varð furðulostinn þegar hann gekk fram á tugi eitraðra snáka í bakgarðinum sínum. Tegundin hópa sig saman til að eignast ungviði. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á fréttir@ruv.is. En þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið þið sæl. Á RÚV